Pöntunum Íslendinga í gegnum kínversku netsíðuna AliExpress hefur fjölgað gríðarlega. Akureyringar hafa ekki farið varhluta af þessu æði frekar en aðrir landsmenn, en í gegnum heimasíðuna er hægt að kaupa ýmsan varning á hlægilega lágu verði og fá hann sendan heim að dyrum með póstinum. Við hittum tvær konur á Akureyri sem nota hafa síðuna með oft á tíðum nokkuð spaugilegum árangri og spurðum þær út í kosti og galla þessa verslunamáta. Verðið eru það allt annað heldur en við þekkjum hérna heima. Og verðið helst náttúrulega mjög gjarnan í hendur við gæðin. Þannig að maður gerir sjálfur grein fyrir því, sko. Svo er þetta bara kannski, hvað að segja? Þetta er bara kannski hvað fær maður út úr því að fara á verslanir í bæ án þess að vanta í rauninni eitthvað, þú veist, þú ferð og kíkir í búðir og þreifar efnum og eitthvað svona, sko. Það er auðvitað ekki hægt með þetta, sko. Ég ger mig grein fyrir því, en ég held að þetta sé bara svolítið gaman skert. En svo veit maður auðvitað fólk sem hefur virkilega gert góð kaup þarna, sko. Og það er bara eitt besta mál. Er þetta ekki bara valkostur? Þú ert vissulega að fá feikuvöru sem er, eins og ég náttúrulega veit ekki hvað hún lifir lengi. En ég hef verið að kaupa svolítið á úrum minna og gefa bara svona í gannigjafir og annað. Og við erum að tala til dæmis eins og Michael Kors úr sem eru rándýr og ekta úrin eru mjög dýr. En hingað til hefur þetta verið bara rosalega fínt og bara þrælvirka og bara nákvæmlega eins og hin úrin, en þú sér það að þetta er feik. Það er náttúrulega aðeins, kannski verri í þeim og maður veit náttúrulega ekki hvernig klukkan og allt það er og hvað hún lifir lengi. En hingað til er þetta bara fínt. Hulda og Birna eru báðar yfir höfuð ánægðar með þau kaup sem þær hafa gert í gegnum AliExpress-síðuna, þó vissulega hafi ekki öll kaup þeirra verið jafnvel lukkuð. Þær hafa þó lært af reynslunni og eru í dag meðvitaðra en áður að versla ekki neitt í fljótfærni, heldur lesa allar vörulýsingar afar vel. Birna rifjar í þessu sambandi upp spaugilega pöntun, en þá taldi hún sig vera að panta flotta plaststóla á pallinn, en stólarnir áttu að vera í barnastærð. Svo fer ég niður dyr og sæki pakkan og sé að stelpan heldur á cirka svona stærða pakka. Og þá hugsaði ég nú bara, þetta er nörgulega úrin sem ég pantaði. Ég átti von á úri líka og allt í lagi og segi henni að ég hef örgulega sendt vitlausa reikning þar sem að þetta gæti ekki verið stólarnir og hún kannar þetta eitthvað og segi, jú, þetta passar við itemnúmerið þitt. Þannig ég er mjög undrandi og fer út í bíl alveg handviss sem hún sé að gera einhverju vitleysu og þetta springur látir þegar ég opna pakkan því að stólarnir eru 15 cm. En hvernig gat þetta gerst? Ég meina, þú hélst að vera að panta stóla í barnastærð en færð 15 cm stóla. Þetta bara skrifast á fljótfærni því að ég horfi náttúrulega bara á myndina sem er eðlilega bara barn situr í stól en neðst á síðunni þá stendur að stólarnir séu 15 cm. Og ég las það ekkert. Þannig að þetta er algjörlega mér að kenna en það var lítil stjarna og þetta var ein setning en myndin sýndi annað. Þannig maður verður náttúrulega bara að passa sig og lesa allar upplýsingar vel. Þannig að það borgar sig að lesa allt, hvort sem það er lýsing eða myndir og skoða því að það eru allir hlutir, þeim er alveg lýst nákvæmlega eins og þau eru þó myndin sýni annað. Því að ég hef alveg fengið vöru sem er ekkert endilega myndin en svona álíka. Þannig að það er textinn sem að gildir? Já, algjörlega. Og þú getur ekkert sett út á þessu vöru. Ég get ekkert skrifa honum tilbaka einhver óánægja eða eitthvað. Þetta er algjörlega minn fyll og bara pínu gott á mig. En hvað hefur eiginlega gert við þessa litlu stóla? Þeir hafa klárlega ekki farið á pallinn. Nei, þeir hafa nú bara verið hérna inn í skáp. Þú mátt eiga þá, sko. Ég hef ekkert með þetta að gera en fólk safnar þessu víst. Það er alveg til í Epal, þessi stærða stólum. Þú bara hlóst að þessum mistökum með það? Ég veist að ég hló svo mikið þennan dag að ég fekk strengi í kviðinn. Það er þannig, sko, ég bara átti ekki til orð. Það var mjög fyndið. Hulda sem hefur aðalega notað síðuna til fatakaupa hefur líka lent í spaugilegum sendingum frá AliExpress því eftir að hafa pantað og greitt pöntubúning fyrir öskudaginn á dóttur sína fóru undarlegar gjafir að berast til hennar. Það má alveg að segja að þessi söluaðilar sem ég hef verið í innan gæðsleppa samskiptum við að þetta virðist allt vera afskaplega vinsamlegt fólk.
því að einhver hluta vegna þá þegar ég pantaði sem sé pöndubúningin að þá fannst þeim einhver hluta vegna að ég þyrfti að eignast annan, þannig að mér var sendur annar sem ég greiddi notabene ekki fyrir og pantaði aldrei. Hárskraut, andlitsmaski og gullslegnir varalitaeyrnalokkar eru meðal óvæntra smágjafa sem einnig hafa borist Huldu að ógleymdu persónulegu vélrituðu bréfi. Hulda telur líklegt að þessar velvöldu gjafir eigi að virka hvetjandi til áframhaldandi viðskipta við síðuna. Ég vildi að ég geti sagt þú veist að því að það væri bara gangi afskaplega innlegt eitthvað svona viðskiptasamband eða eitthvað svoleiðis eða ég væri svona einstakur kúnni eða eitthvað álíka. En ég efast stórkostlega það vegna þess að þetta er náttúrulega netverslun sem að þjónusta, þú veist, ég veit ekki hversu marga, milljónir eða eitthvað. Áttu sem sagt ekki eftir að nota þessa forlátu varalitaeyrnalokka sem þú fékkst? Nei, ég held ekki, nema það er alltaf upplagt að mæta með það í teiti og svoleiðis, en þess að þeir vekja bara kátínu. Þannig að ef það er, þú veist, einhvers staðar svona daufur mórall þá bara mætum maður með lokkana og þá bara allir glaðir. Og ef þú væri nú í fría pöndubúningnum líka þá... Já, það væri nú svolítið flott. Og það góða er að ég geti lánað vini eða vinkonu annan, þannig að það er alltaf þitt til það. Hulda og Birna ráðleggja þeim sem að stíga sín fyrstu skrefi í viðskiptum við AliExpress að lesa lýsingar á vörunum vel, því mynd og texti stemmir ekki alltaf. Eins þurfi sérstaklega að huga að stærðum við fatakaup því kínverska stærðir eru allt aðrar en þær evrópsku. Kosturum við það að fara einfallega bara niður í bæ og kaupa sér föt þar er að þú mátar þar og þú þreifar á efninu og þú veist, það er allt annað. Þarna náttúrulega, jú, þú ert með einhverja myndir en myndirnar skila aldrei fullkomlega litnum og þó að standi 100% póliester eða eitthvað annað, þú veist, það er ekki alltaf að marka það. Þannig að ég myndi aldrei akkurat treysta í 100% að það sem væri að panta sé nákvæmlega eins og þú hefur hugmyndin í kollinu. Og ég er svona mediumanneskja en ég þarf að kaupa extra large frá Kína stundum. Og ég keypti einmitt skyrtu og ég tók hana hún er extra large, þannig að vanlega myndi ég þurfa medium í svona hérna í Íslandi. Og rosa ánum með hana, $10. Það sem ég sé það er sem sagt að það er ekki nóg að skoða mitt myndirnar og velja bara small, medium eða large eða extra large eða eitthvað svoleið Þú þarft að skrolla niður og þar er yfirleitt svona töflur með stærðum og það er bara betra að ná bara í málbandið og mæla sér samkvæmt þessari töflu og velja svo stærð samkvæmt því. Því að þó að vörurnar kosti ekkert mikið, þá er samt óþarfi að henda peningunum út á gluggann Það er allt í lagi að geta actually nota vöruna. En þetta er samt svolítil fyrirhöfn Já. Þetta er náttúrulega, fyrirhöfn fyrir suma. Skemmtum fyrir aðra í rauninni, en þú ert náttúrulega að taka smá áhættu svona í að hvort að hlutinni séu fínir eða ekki. En það er hluti af spenningnum kannski við þetta líka? Já, ég held það. Að það sé bara pínu eitthvað svona gaman. Eða mér finnst það. Það er mjög fínt,